Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Já, við erum ennþá í Grindavík. Við hreinlega komumst ekki annað, eða þannig. Og núna erum við í björgunarstöðinni hjá björgunarsveitinni Þorbirni sem á 90 ári í fyrra Bogi Adolfsson formaður. Þetta nú aldeilis verkefni sem þið fengu núna. Já. Var þetta á óskalistanum? Nei, ekki beint. Ekki beint. Það nú alltaf gaman að sjá eldgos og umbrot og svona, en mætti vera svona kannski bara búið, minna magni. En þetta var búin að vera svolítið mikill undanfari. Allir þessi jarðskjálftar. Voruð þið búin að vera á vaktinni mikið á þeim tím? Og náttúrulega byrjaði fyrir rúmi ári síðan náttúrulega. Ég náttúrulega byrjaði með þessu landrisi og við erum búin að vera náttúrulega í skipulagsvinnu með almannavörnum og öðrum, við lögreglunni og öðrum viðbragðsaðilum í rúmlega, ég held sem vera komið 14 mánuði, 15 mánuði. Þetta var náttúrulega alveg í myndinni gosið, en hvar það kæmi var náttúrulega líka svo alltaf spurningin, eða hvort þetta er bara stór jarðskjálfti búið, eða maður vissi aldrei náttúrulega almennilega hvernig lengmyndin myndi fara. Og ég upplifði einhvern veginn með því að tala við þig og ykkar fólk að þetta kom ykkur óvart í rauninni þegar svo gosið kom. Þið áttu einhvern veginn að vona meiri undanfara eða látum, hvað getur þið sagt? Ég var kannski bjóst við meiri látum, en ég var nú búinn að sagði því í djóki við liðið hjá mér, ég held að það hefði verið sama kvöld að nú væri komið 100 metrar í skjálftana, þetta myndi vera fljótlega og það stóðst svona nokkurn veginn. Já. Náttúrulega sumir eitthvað voru náttúrulega bara að tala um það að það voru svo miklu jarðskjálftar að húsin voru alltaf því að flegi ferð bara heilu kvöldin. Já, menn töluðum að væri komið hérna, þegar við byggum á 22, þá var það komið 22,5. Og færast götunúmer. Hversu vel undirbúin er sveitin fyrir svona risaverkefni sem að kemur, já, opnast á föstudagskvöldi? Ég tel okkur nefnilega hafa verið nefnilega svolítið vel undirbúin fyrir þetta. Við vorum náttúrulega búin að hamstra okkur vissum græjum og búnaði til þess að sinna svona verkefnum bæði í þessu skipulagi með gasmælum og grímum og svona og tækjakostur verið uppfærður svona í rólegheitum að þetta verið í gangi og svona bara almennt skipulag og endurskipulag og endurskipulag og endurskipulag. Þetta er bara búið að vera svona ringur bara í síðustu mánuði. Ertu með einhverja tölu hvað þið eru búin að vera mörg og já, og hvað lengi? Svona sveitin hér er náttúrulega búin að vera með 36 manns í þessu verkefni og er búin að vera náttúrulega bara frá degi 1 á föstudaginn er þetta orðið 3 vikur og náttúrulega það er svo sem ekki búið að vera kannski alla daga en flesta daga langt fram eftir kvöld og annað og náttúrulega misjafnt alveg á björgunarsveitarmönnum og aðrir þurfa að vinna og aðrir koma að sjá því og þeir sem koma að sjá því það er náttúrulega fyrir meira á þá og svona bara reynt að passa hvort annað, við séum ekki að fara eitthvað yfir í vinnuálagi. Þið hefur fengið fleiri til liðsvegur? Já, nú er þetta náttúrulega bara orðið landsátak, það sem að, eins og þau kalla þetta stóra sleggjan er bara dregin upp og hérna við erum að fá björgunarsveitir af öllu landinu hér til að hjálpa okkur og þeir sem eru í kringum þetta og hérna bæði aðgerðastjórnendur og björgunarsveitir bara má nefna alveg frá Ísafirði og Vopnafirði og öllu landinu og búið að vera bara frábært að náttúrulega fá að hitta sína félaga og vinna með þeim í stóru verkefni. Þetta er búið að ganga alveg rosalega vel með öllum viðbragðsstöðlum og það hefur bara verið, já, bara gengið rosalega vel, allt bara skipulag og vinna bara. Það hefur ekki verið neitt, það hefur ekki verið alvarleg óhöpp, getur við sagt. Einhver óhöpp en svona miðað við kannski hvað er búið að vera að ganga á? Hvernig myndur þú segja það? Við höfum sloppið rosalega vel með það. Hérna, þetta er búið að vera svona minniháttar ökklar og svona, jú, og svo náttúrulega einhverjir svona, veist, ofnæmis eða astma og svona ýmislegt, skilur, bara allur gangur á því, sko. Já. En já, við erum búin að vera tildulega heppið með það. Það hefur ekki orðið neitt alvarlegt slys eða það. En þetta er í rauninni allt annað gos heldur en hérna á föstudagskvöldi upphaflega fyrir tæpum 3 vikum síðan. Já, þetta byrjaði náttúrulega sem bara svo kallað, ég man orðrétt að kalla það náttúrulega rævillinn. Já. Og ég held að hérna, þau hafa tekið þetta til sín
og ætlaði að sýna okkur það að þetta væri náttúrulega ekkert ræfill og þannig að nú eru komin þrjár gosstöðvar í raun og veru á sömu sprungunni og og búið að dreifa sér svolítið sem að náttúrulega sýnir af hverju við erum að vakta þetta svæði og fylgjast með fólki út af einmitt þessum óútreiknileika. Og þið voruð með nýjar áætlanir núna sem þið voruð að gera þannig laga? Og hvað, fóru þær bara út gluggann eða? Sko við heldum að þetta væri náttúrulega bara dett í svona hálfgerða sjálfvirkni, þetta væri bílastæði að vera komin, þetta væri bara fínt, þetta væri alltaf skeið sko, en svo bara kemur náttúrulega ein stöðin og svo kemur hinn en sprungan hérna á milli var svo sem eiginlega bara fínt að fá því að þá ekkert verið að labba á milli og þetta svona eiginlega svolítið blokka fólk af sko, þannig að það eiginlega var bara fínt sko. Allt saman samt í svona, hvað við segja, gengið ótrúlega vel á miði við aðsóknina hvað var margir sótt gosstöðvarnar heim, eða ekki? Ég meina, þúsundir bíla hérna og gegn þessa daga, þetta ekki? Ég held að það hefði ekkert verið hægt að ráða neitt betur við þetta heldur en var gert og við hefðum aldrei komið öllum þessum bílum fyrir neinstaðar og þetta var allt orðið stappað og þetta svo var náttúrulega bara reynt að snúa fólki við og svona og bregðast við því og svo fólk færi nú ekki að hanga í bílum lengi og annað en það náttúrulega tekur bara sinn tíma þannig að kannski upplýði fólk sig svolítið fast upplýsingalaust en það bara tekur sinn tíma að vinda af svona hlutum og en ég held að það hafi tekist bara mjög vel miðað við aðstæður sko. Það er náttúrulega erfitt að komast líka á viðbragðstækjum og öðru þegar það er orðið svona. Það fáránlegt að mér að spyrja þín núna hvernig heldur það framhaldi verði, er það ekki? Þú getur ekkert svarað því? Nei, þetta er bara góð spurning. Þetta verður bara tíminn að leysa í ljós sko. Hver dagur er bara nýr dagur. En hvað, talandi ykkur hérna, þetta er áhugamannasveit að mestu leyti, ekki? Já, mestu þetta er náttúrulega, öll samtökin eru náttúrulega bara sjálfboðaliðar og eru undir lögreglunni ábyrgðarsviðið og við náttúrulega bara vinnum með þeim og þeir eru ákvörðunarvaldið og við bara aðstoðum við skipulag og vinnu og eftir bestu megni og svo bara þróast þetta með hverjum degi, hvað þarf mikið og hvað þarf meira eða minna á fólki og annað og það er bara svona svolítið lifandi skjal sko. Hvernig sérðu skipulagi fyrir og svona mönnun á þessu ef þetta heldur áfram í lengri tíma, ég veit ekki hvort ég að segja vikur eða mánuð eða lengur, eru menn eitthvað að fara að rýna í það? Það er náttúrulega eitthvað að byrja að horfa í það en ég held að sé svolítið snemma til þess að vera búin að setja eitthvað fast mér á blað sko því að við vitum náttúrulega ekki hvað þetta gerir. Kannski er þetta bara stopp svona eða þá kemur eitthvað meira, maður veit aldrei sko. Þetta er að mörgu leyti gott, þetta er rosalega auglýsing fyrir Reykjanesið og hvað sem verður gosið, þá er alveg ljóst að þetta mun hjálpa eitthvað til í ýmsum málum. Já, þetta verður náttúrulega svona, hvað maður að segja, svona ferðamannaperla að lokum, sko. Já, hvað sem að slöknar á þessu hvenær sem það gerist. Já, það er bara þannig og en svo náttúrulega held ég að allir Íslendingar séu búin að sjá þetta. Það hlýtur bara að vera. Það er náttúrulega búin að vera vefmyndavélar á þessu líka og þannig að þetta er gríðarlega mikið fjallað þetta. Já, svo þessi vefmyndavélar sem eru búin að vera frá svo MBL og RÚ sem eru búin að vera alveg við gosstöðvarnar er náttúrulega líka búin að hjálpa okkur rosalega mikið, sjónarhorn sem við annars hefðum ekki. Þannig að það er líka bara gott samstarf milli fjölmiðlafólks og viðbragðsaðila sem bara sýnvirka líka. Sko. Bogi, varðandi athyglin á þessu stóra dæmi við á Víkurhöfnum, við settum upp myndavél 2 vikum áður en gosið hófst á skrifstofun okkar og þar sem við vorum með svona gossvæðið í mynd sem við töldum að gæti verið. Það var búið að vera að ræða um það og það var gert grín að þessu jafnvel. En áhugin var samt gríðarlega mikill. Já. Þannig að við vorum, ég var búinn að pæla í ég veit ekki hvernig okkur datt þetta í hug sko, en enga síður þá var þetta smá einhvers konar fyrir boðið, það er eitthvað að fara að gerast og það hlutinni fóru svolítið í gang en auðvitað voru þarna að eiga sér stað jarðskjálftar og annað, ítti á okkur að gera það, við höfðum aðstöðu til þess. Já. En það var strax gríðarlegur áhugi á þessu. Já, það er áhugi á þessu, það annarkvæmt hræði fólk spennt fyrir jarðskjálftum og annað
og gosið líka og þetta og ég var svo sem ekki langt frá því að beina myndavélina þarna sko. Svolítið smá vegalend en alveg rétt átt held ég. Já, akkurat. En gosið náttúrulega, það getur farið, þú veist, í áttina keili og það ýmislegt í vísindamenn eru runni, hvað ég að segja, með þó nokkuð margt opið í þeim efnum. Já, það náttúrulega eins og síðustu kvöld hafa kannski sýnt að það svolítið opið þetta líka, veistu að raun og veru eins og maður segir viðbragðsáætlunin svolítið lifandi skjal og þetta það líka, þetta náttúrulega bara svolítið lifandi hlutur og ekkert alveg víst hvað þetta gerir. En hvernig með fjölskyldur björgunarsveitafólks? Það já. Þetta búin að vera eitthvað heima? Réttilega að sofa? Svona, mikið sko, maður náttúrulega náðum nokkru dögum heima en svo náttúrulega... Og hugurinn alltaf í kringum þetta? Kringum þetta, þannig að maður svona heima, fjarverandi heima en samt búin að reyna að láta sjá sig sem maður getur og ég veit allar að börnin mín sakna pínu jarðskjálftana því að ég var meira heima þá. Þannig að þeir svona tengja þetta einhvern veginn saman þannig sko. Já, þau vilja fá jarðskjálftana Já, svona. Þá kemur pabbi heim. Já, þá kemur pabbi heim sko. En annars reynir maður svona náttúrulega að kíkja reglulega heim og svona annars færir maður náttúrulega bara yfir Þórkatla, þetta eru konurnar á bakvið ekki bara mennina, heldur björgunarsveitafólki. Og það hellingsstjóp sem hér fer fram. Já, það hellingsstjóp sem búið að fara hérna fram síðastlega þrjár vikur. Já. Við erum búin að fæða fullt af svöngum björgunarsveitamönnum og lögreglum og bara fullt af fólki. Já. Og hvað þetta á hverjum degi? Já, þetta búið að vera á hverjum degi bara og alla nóttina, allan sólarhringinn í rauninni. Þannig að hvernig náið þið að skipuleggja það? Eru þið með mannskap í þetta? Við erum með setjum þetta niður 3 vaktir og stjórnin setur sér svolítið niður og við erum alveg að fá fullt af konum með okkur. Já. Og nægur matur til? Nægur matur til. Það? Já, alveg hellingur. Fullt af fyrirtækjum bæði að gefa og einstaklingar að baka og það yndislegt. Það alveg bara rosa gaman að sjá hvað margir að taka þátt. Já. Mjög mikill stuðningur við baki á okkur búið að vera nú undanfarið. Og bara vil ég nýta tækifæri og þakka fyrir hann allan. Já, bara við þakkum yndislega fyrir. Kærlega fyrir það. Þetta ekki svolítið magnað það sem að gerast? Jú, þetta mjög flott og svoleiðis. Já. Og líka sjá samheldina hjá öllum. Eru þið fegnar að vera laus af jarðskjálftana? Já. Það er svo margir Grindvíkingar sem tala það. Já, við erum mjög fegnar að vera laus af það. Það bara... Komum svo nætursvefn. Já. Svo eðlilegur svefn. Já, geta að fara að hengja upp myndirnar og svona aftur. Og hvað, eru þið að elda hérna eða er þetta svona eitthvað hlaðborð eða er eitthvað réttur dagsins og svona? Herðu, það yfirleitt alltaf, já, við erum búin að ákveða fyrirfram hvað semst í kvöldmat og hádegismat. En við erum ekki mikið að elda sjálfar, við höfum mest verið að fá semst elda til okkar og svo bara hýtum við það upp. En svo erum við alltaf með pulsur og samlokur og svoleiðis sem alltaf boðið alla daga og alls konar bakkelsi. Já. En þetta svolítið stemming eða ekki? Jú, það alltaf stemning hérna. Það mikið hlegið, mikið gaman. Það mikið gaman að koma til okkar, sko. Þetta búið að vera svaka gaman. Já. Og við erum búin að fá að heyra það ansi oft og það segir mikil og góð stemning hérna. Já. Það bara góður andi. En nú nú ekki vita hvað þetta gos mun vara lengi, en ef að þetta mun verða kannski svolítið lengi, hvað verður Þórkötluna þá? Herðu, við erum svona bara eiginlega að taka einn dag í einu núna og svona eins og staðan núna þá ætlum við að vera hérna allavega fram yfir helgi. Svo spurning hvað gerist hérna upp frá, þannig að þetta verður eiginlega bara komið ljós. Svona, hvað gerist? Já. Búin að vera inn í tæpa 3 vikur, þannig að það er búið að vera ansi mikið að gera hjá okkur. Já, alltaf nóg að gera. Það er búið að renna hérna yfir 1000 pylsur gegn hjá okkur, þannig að björgunarsveitafólkið að líka vel við pylsurnar.